Hvað er staðalmynd? Fólk er oft skilgreint sem hluta af grundvelli þjóðmenningar, trúarbragða, uppruna eða ytri einkenna á borð litarhátt, kyn, kynhneigð, stærð, hárgreiðslu, klæðaburði. Með þessari skilgreiningu á hópinn eru ákveðin einkenni oft tiltekuð fólki, þannig tilteknar ímyndir tengjast vissum hópum. Þessar ímyndir eru oft ýktar og gjarnan notaðar til að draga niður viðkomandi. Staðalmyndir geta hamlað við einstaklingum sé metin á eigin forsendum og auka líkur á fordómum. Staðalmyndir birtast við SS Hvað stendur SS fyrir? Ég veit ekki, segðu bara SS. Birtast við í bókum, jafnvel kennslubókum, í samræðum, teiknimyndum og teiknimyndasögum, auglýsingum og kvikmyndum. Dæmi staðalmyndir eru að stelpur eru hræddar við pöddur, strákar eru alltaf að slást, stelpur eru viðkvæmar, strákar eru óþekkir, fatlað fólk stundar ekki kynlíf, hommar eru kvenlegir, lesbíur eru grófar, múslimar koma illa fram við konur og feministar hata karla. Á sama tíma og kynni að staðalmyndir hafa áhrif á samfélagið, þá eru börn og ungmenni sérstaklega móttækileg fyrir þeim. Þau nota staðalmyndir til að vega og meta tækifæri sín í lífinu og til að finna sér stað og stöðu í samfélaginu. Í kennslustofunni felast ómetanleg tækifæri til að benda ungu fólki á hversu hamlandi og skerandi staðalmyndir kynjanna geta verið. Eins og til er rík tækifæri til að kenna börnum og ungmennum að horfa gagnrýnum augum á þau kynjuðu skilaboð sem stöðugt berast frá umhverfinu. Rannsóknir hafa sýnt að börn horfa á staðalmyndir í afþreyingarefni og mynda sér skoðun á kynjunum út frá þeim. Í barnaefni má til dæmis gjarnan sjá feður sem fjarverandi frá heimilinu. Þeir eru uppteknir við annað en að sinna börnunum sínum. Þeir kyssa og knúsa börnin, minna mæðurnar en skamma þau meira. Mæður eru gjarnan sýndar sem umhyggjusamar, heimavinnandi og þjónandi. Karlar og strákar í afþreyingarefni eru tengdir ójófni, árásargirni, valdi, athafnasemi, reiði og þvingunum. En konur og stelpur eru oft tengdar við hlýju, umhyggju, óvirkni, fallegt útlit, ráðaleysi, þörf fyrir vernd og þjónustumiðlar.